Bestu jógar. Ég ætla að taka upp svona í styttra lagi yin tíma en svona algjört luxus yin. Það er mjög gott að hafa band og við getum auðvitað nota hvað sem er ef við eigum ekki jógaband, belti. Við þurfum teppi. Og það er ekkert verra að hafa einn venjulegan púða eða kodda. Í yin jóga þá erum við að æfa okkur í að vera kjur og finna hvernig okkur líður í líkamanum. Við höldum stöðunum í 1 til 10 mínútur oftast. Í dag ætlum við að halda þeim í svona cirka 2 til 5 mínútur. Tökum ekki margar, ætlum að losa svolítið bakið og mjaðmagrindina og ætlum að byrja að rúlla teppinu svona upp í pulsu. Svona mjóa pulsu. Leggjum það svo hérna á miðja dýnuna og leggjumst ofan á teppið eftir endilangri hryggsúlunni, neðsti parturinn cirka þar sem rófan er. Finnum herðablöðin renna út af sitthvoru megin. Og ef að teppið er ekki nógu langt til að höfuðið hvíli á, þá getur verið ágætt að teygja sig eftir púðanum. Það er ekki markmið að höfuðið falli endilega fram af, nema ykkur þykir þægilegt að auka sveigjuna þess á hálsinum. Og við ætlum að æfa okkur að vera kjur. Við erum svo vön því að fara inn í alltaf svo miklum krafti og hraða í flestu öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Og það jóga sem við erum oftast að stunda er svona hin hliðin, svona yang jóga þar sem við notum kraft, búum jafnvel til hita og svita í líkamanum. Þegar við færum okkur yfir í yin þá reynum við að búa til kyrrð, stöðugleika, þolinmæði og jafnvægi. Veltum núna aðeins fyrir okkur hvernig okkur líður í líkamanum. Við finnum rófubeinið og spjaldið þrýstast ofan í teppið. Það eru örlítil sveigja á mjóbakinu. Prófum aðeins að draga pöðu og nýta henni betur niður og sleppum. Við skulum svo rétta núna alveg úr fótunum. Taka handleggina upp fyrir höfuð ef axlirnar leyfa. Anda djúpt, anda rólega. Stöðurnar eru mjög lúmskar. Okkur líður jafnvel eins og við séum ekki að gera nokkurn skapaðan hlut. Svo finnum við hvernig eitthvað fer að opnast og breytast. Svo skulum við setja iljarnar í gólf, taka handleggina aftur, upp, og ná tímanum, setjumst upp. Það sem við ætlum að gera núna er að snúa teppinu þvert. Við ætlum að leggja pulsuna rétt fyrir neðan herðablöðin, cirka bara þar sem við myndum spenna brjóstahaldara. Leggjumst á teppið. Nú fellur
höfuðið í gólf, kemur aðeins sveigja á hálsinn, opnum vel hökuna frá bringunni. Handleggirnir liggja út með hliðum, í kaktus, upp fyrir höfuð, bara hvað hentar ykkur best. Mér þykir þægilegt að láta það liggja niður með hliðum í þessari stöðu. Við sléttum alveg úr fótleggjónum. Reynum að slaka á í bakinu. Öndum rólega. Lokum augunum. Og við skulum bara leyfa huganum að reika ef hann eitthvað órólegur. Það ekkert endilega alltaf markmiðið að hafa hyperfókus á öllu sem við erum að gera. Þetta eru passívar stöður. Þær vinna sjálfar án þess að við gerum neitt ofboðslega mikið. Hér og eftir ofan í stöðunum. Svo losa handleggina hvernig svo sem þið voruð með þá. Leggja það niður með hliðum. Setjast upp. Eitt andartak. Róla aðeins til öxlunum. Og teygja okkur svo eftir bandinu. Við skulum snara fyrst vinstri fótinn. Smeygja bandinu yfir tábergið. Leggjast aftur ofan á teppið. Sléttum úr hægri. Og drögum fótinn að. Hér erum við að reyna að slaka á handleggjónum. Ef við erum nefnilega að teygja okkur svona langt upp eftir bandinu, þá lyftast axlirnar frá gólfinu. Við höfum ekki mikinn áhuga á því í dag. Við beygjum olnbogana, leggjum upp handleggina þannig að þríhöfðin liggi bara í gólfinu eða ofan á teppinu. Axlirnar slakar og við höldum við. Veitum núna athygli fætinum sem við höfum á lofti. Ferðumst niður frá hæl, gegnum kálfann, nésbótina, vöðvann aftan á lærinu, niður í setbein og vöndum okkur við að fletja sem best úr rassvöðvanum á dýnunni. Höldum við. Svo skulum við slaka fætinum niður, skipta, slétta úr vinstri, draga upp hægri og áfram slaka á handleggjónum, leggja niður upp handleggina og halda hér í bandið. Við værum löngu búin á því að við værum hér að hanga í bandinu. Slegum á fóturinn á lofti, reynum að hafa hann alveg beinan og
og slaka vel á fætinum sem liggur flatur á gólfinu sem vinstri núna. Veitum aðeins athygli bakinu, svæðinu sem liggur í sveigju ofan á upprúllaða teppinu. Skulum anda djúpt og þrýsta bakinu ofan í teppið og anda frá. Slaka, gefa eftir. Slaka fætinum niður, losa bandið, líka eitt andartak. Setjumst svo upp, tökum teppið frá og prófum að leggjast niður eitt andartak án þess að hafa það undir bakinu. Við skulum svo stilla teppinu upp, við getum haft það ennþá upprúllað eða tvöfaldað það ef við þurfum. Kannski, ég fyrir bara að leggja púða ofan á. Við ætlum að taka hliðarsnúning með því að leggjast á bakið, slétta vel úr vinstri, taka svo hérna undir hnésbótina hægra megin með vinstri hönd og velta fótleggnum hérna ofan á púðan eða teppið. Rétta úr hægri handleggnum, beint út frá líkamanum, snúa höfði, lyft upp hökunni á gott bil frá höku og niður í bringu. Horfa út eftir handleggnum, slaka, loka augunum og sökkva inn í stöðuna. Lefum hnénu að og lærinu að hvíla bara hér á púðarstæðunni. Ef þið náið allsengri slökun getið þið bætt við púðum. Við ætlum að halda öxlinni í gólfi, hægri öxlinni, handleggnum öllum og leyfa líkamannum bara vinna hægt og rólega. Við að koma lærinu og hnénu nær gólfi hinum megin. Þyngjum efri hluta líkamans, öxlin klessist enn betri í gólf, handleggurinn slakar á og finnum jafnvel létt tog í brjóstið hægra megin. Veltum okkur svo aftur tilbaka í miðju og þið færið púðarstæðuna yfir hinum megin. Ég ætla hins vegar að snúa mér bara svona svo ég snúi ekki bakinu í ykkur. Þá réttum við núna úr hægri, veltum vinstri hér yfir, út með vinstri handlegginn, snúa höfði, lyfta hökunni langt frá bringunni. Ef þið vitið ekki hvað þið að gera við hægri höndina, getið þið lagt hana inn á hnéð eða bara lyft hana liggja hérna í leti á gólfinu. Horfa út eftir vinstri handleggnum sem í heilu lagi á gólfinu, öxlin á gólfinu. Og munum að ef það ekki alveg að ganga þá verður það að hækka hér undir fætinu. Sökkum svo inn í stöðuna. Sökkva inn í stöðuna. Leyfa líkamanum að vinda upp á sig. Ótrúlega oft í daglegu lífi bara
föst í þeirri stöðu að horfa bara beint fram fyrir okkur, hvort sem við stöndum eða sitjum við okkar vinnu. Það er ekki mikið í því að vinda upp á hrygginn. Svona í þessum hefðbundnu störfum nútímans. Sökkum enn betur í stöðuna. Sökkum ofan í stöðuna. Öndu rólega frá. Og veltum okkur svo tilbaka. Sléttum eitt andartak úr líkamannum. Finnum fyrir því sem við vorum að gera. Skulum við setjast upp. Velta okkur yfir á magann. Aðeins að sveigja bakið. Mjóbakið. Við komum okkur fyrir í svingstöðunni. Leggjum framhandleggina niður. Svona góð axlabreidd. Lóarnir niður í dýnuna. Slökum á höfði. Venjulega gerum við þessu stöðu sem við reynum að lyfta höfðinu og horfa beint fram. Skulum bara slaka höfðinu í dag. Loka augunum. Anda inn í mjóbakið og anda rólega frá. Leyfum stóru tánum að snertast. Hælarnir falla út. Slökum á kálfunum, hnjánum, lærunum, slökum á rassvöðvunum, slökum sérstaklega vel á rassvöðvunum. Förum í huganum inn í mjóbakið. Slökum á, gefum eftir, sjáum fyrir okkur sveigjuna á mjóbakinu. Við viðhalda þessari sveigju. Tökum hálfa mínútu í viðbót. Höldum áfram að anda rólega. Það er rosalega gott að vippa sér öðru hvoru í þessa stöðu ef við erum að horfa á sjónvarpið eða djöflast eitthvað í símanum. Liggja á maganum og vinna fram fyrir okkur. Mjög góð tilbreyting frá því að sitja. Skulum ýta okkur aðeins aftur í barnið. Tökum hnén vel í sundur. Leggjum efri hluta líkamans niður. Og ef ykkar barn hefur handleggina niður með hliðum, þá setjið þið á það. Ef ykkar barn vill hafa handleggina upp fyrir höfuð og teyga fram, þá höfum við það þannig.
Ítum okkur upp úr barninu. Þetta er 2 stöður í þessum stutta tíma. Við ætlum að taka núna teppið, við ætlum að taka púðan og við ætlum bara að búa til alveg haug hérna fyrir framan okkur. Við ætlum að taka fætur rétt rúmlega dýnubreidd í sundur og venjulega þegar við förum fram í pönnukökustöðuna erum við að reyna að hafa bakið flatt, leggja niður magann, brjóstkassann. Í dag viljum við hafa bakið alveg kúpt og búa til kúlu úr okkur. Við ætlum að leggja höfuðið á púðana og það getur bara vel verið að einhverju þurfi að hafa alveg svona hátt undir til að ná afslöppun í fótleggjunum. Við ætlum að halda okkur fram, getum haldið utanum púða og tepparhúfuna okkar. Við getum líka lagt handleggina aftur fyrir eða bara ofan á fótleggina. Finnum bara hvað hentar okkur best. Við ætlum að taka þessa í 2 mínútur. Við rúnum vel bakið. Við drögum hökuna núna inn að bringu. Við erum búin að vera að lyfta hökunni frá í hinum stöðunum. Drögum hökuna inn, leggjum ennið niður á teppin og púðana. Við erum að vinna á móti sveigjunni sem við vorum að búa til í svingstöðunni og við erum að krulla hryggsúluna alveg frá hnakka, gegnum hálsinn, brjóstbakið, alveg kúpt bak, ítum jafnvel út mjóbakinu. Hálfa mínútu í viðbót. Getum lækkað stabbann ef það liggur þannig á okkur. Þurfum samt oftast lengri tíma og ef ykkur þykir þetta notaleg staða, mæli ég nú bara með því að setja á pásu og bæta við 2-3 mínútum. Svo komum við upp úr stöðunni. Síðasta staðan sem við ætlum að gera í dag, þá þurfum við kubb. Ef þið eigið ekki kubb heima, þá getur orðabók til dæmis verið, það komið alveg í staðinn fyrir kubbin. Getur verið gott samt að breiða eitthvað mjúkt yfir teppið eða eitthvað álíka, bara til að kræmi ekki bókina. Við ætlum að setja kubbin, oft sett hann hér áður, neðri brúnin hérna sem að rassinn breytist í bak, sérst yfir spjaldið og við leggjumst ofan á kubbin. Það getur vel verið. Komið honum almennilega fyrir, hvort sem við erum með bók eða kubb. Það þurfum við að hafa iljarnar í gólfi fyrst. Og hér erum við að reyna að hafa hökun í bringu, ekki teygja upp hálsinn. Hökun hún í bringu, slétta vel úr herðablöðunum og við ætlum að reyna að slétta úr fótleggjunum. Það getur hins vegar verið að það gangi ekki svona auðveldlega fyrir sig. Þá bara vinnum við okkur svona hægt og rólega niður. Það er svona 1 sentimeter í einu og byggjum mjóbakið að gefa eftir. Og þegar við erum búin að ná því að slétta úr fótleggjunum, þá passum við upp á að séu svona dýnubreidd í sundur. Og svo liggjum við kjör. Þessi staða er alveg ótrúlega góð fyrir þá sem
erum með verki neðst í bakinu, ekki beint í mjóbakinu, heldur í kringum spjaldliðin og jafnvel verki bara í mjaðmagrindinni almennt. Það losnar einhvern veginn alveg ótrúlega alla spennu. Við leyfum fótunum að falla út. Við getum haft hendurnar undir höfðinu eða viljið það frekar. Þá gengur okkur líka oft betur að hafa hökuna ofan í bringu. En ef það er óþægilegt að teygja svona á handleggjunum, þá mega þær að sjálfsögðu vera niður með hliðum. Mínútu í viðbót. Það verður fann að þreytast mjög og finnst þetta hræðilega vond staða. Það er sjálfsögðu beygið hnén og setið iljarnar aðeins í gólf og athugið hvort við getum rétt aftur úr. Ef ekki þá takið bara forskot á sæluna og kippið kubbnum burtu. Annars reynum við að klára. Það er svo mikið dásemdir við yin-jóga að það efir okkur sem ég að klára það sem er óþægilegt, þola við. Þá drögum við fæturnar aftur að, iljar í gólf, kippum kubbnum burt og finnum hvað er ótrúleg losun í bakinu og mjaðmagrindinni. Þetta tekur smá rúðuþurrkur með hnjánum og lagst svo í slökunarstöðin. Við getum breytt yfir okkur teppið ef við viljið. Þess vegna sett koddann undir höfuðið. Það er líka rosalega notalegt að taka svona luxusslökun með því að setja teppi eða púða undir hnésbæturnar og leyfa hnjánum að falla aðeins í sundur. Það svo bætir eiginlega bara ofan á slökunina sem við fáum í mjóbakið eftir kubbastöðuna. Skulum loka augunum. Mæta í líkamann. Það er oft óhjákvæmilegt að hugurinn reiki þegar við erum að halda í einstöðunum. En nú ætlum við að mæta akkurat í líkamann þar sem hann er staddur, hér og nú á dýnunni. Okkur líður kannski eins og við höfum ekki gert neitt sérlega mikið. En það er rosalega mikilvægt fyrir líkamann líka að fá mjúka hreyfingu stundum. Raun að vera svona endurnærandi hreyfingu, svo að halda hliðarsnúningnum í nokkrar mínútur. Það er alveg ótrúlega gott fyrir hryggsúluna og liðkar vöðvana í kring, liðkar kringum mjaðmirnar, öxlina.
Slaka á kjálkanum. Færum svo athyglinna niður í fætur. Skulum slaka á tánum. Stóru táni, hægra megin, vinstra megin. Öllum hinum tánum, hægra megin, vinstra megin. Slaka á ristinni hægra megin, ristinni vinstra megin. Slaka á ylinni, hægra megin, vinstra megin. Slaka á ökklunum. Leyfa kálfavöðvunum að flytja úr sér. Aflæsa alveg hnjánum. Slaka á vöðvanum framan á lærinu hægra megin. Slaka á vöðvanum innan á lærinu. Aftan á lærinu. Og utan á. Slökum alveg á fótleggnum hægri. Frá tám og upp í mjöðum. Slaka á framan á lærinu vinstra megin. Frá hné og upp í mjöðum. Innan á lærinu. Aftan á lærinu. Og utan á. Slökum vel á vinstri fótleggnum. Báðir fótleggirnir þungir, afslappaðir. Og slaka mjaðmagrindinni, fletjur rassvöðvunum. Ætlum að anda djúpt og þenja út kviðvöðvana. Og slaka svo á kviðvöðvunum frá lífbeini og upp í rifbeini. Og slaka á brjóstvöðvunum. Færum athyglina í bringubeinið. Og slökum út frá miðju, út í öxl hægra megin, út í öxl vinstra megin. Færum athyglina neðst í bakið, slökum á rófunni, slökum á spjaldinu, slökum á mjóbakinu. Vöðvunum upp með hryggsúlunni, hægra megin, vinstra megin. Slökum á milli herðablaðanna, slökum á herðablöðunum sjálfum, slökum á hálsinum, aftan á, framan á, slökum á andlitinu, augunum, tungunni, eyrunum. Hægjum aðeins á hugsunum okkar. Hægjum á andardrættinum. Og njótum þess að hvíla í líkamanum í mínútu eða 2. Anda djúpt. Hreyfa fingur og tær. Draga þessu upp hnén. Aðeins að sveifla þeim til hliðanna.
Hlaupa okkur aðeins yfir á hægri hliðina og setjast svo upp. Krossleggjum aðeins fætur. Finnum vonandi ákveðna ró í líkamanum og huganum eftir stöðurnar og eftir slökunina. Segjum takk fyrir í dag. Namaste.